Og inn fyrir hann kemur Magni Hafsteinsson. Hann kemur Magni inn á. Reynsluboltinn. (36:40). Tvö skot á línunni hjá Fjölnir. Þeirra dettur. 36:43, 37:43. Ægir Steinarsson og Fjölnir. Fjölnir. Hjalti drjúgur hérna móti Jóhann. Þetta rúlar upp úr Marvin með frákastið. Hann er Brandon að tapa frákastbaráttunni og það gengur bara ekki. Hann má ekki tapa frákastbaráttunni móti Marvin. Marvin hefur ekkert á hann, hvorki hæðin ég styrk. Aftur. Jæja. Þetta datt í hendurinn á okkur. Tómas. Ægir setur þennan. Steinarsson og Fjölnir. Hann hélt að ætla að vandræði þarna, en þeir leystu þetta strákarnir. Þetta bjargaðist. 40-43. 1:50 eftir að þessum hálfleik. Sko nú erum við að skipta meira á skínunum, það er miklu betra. 5 sekundur á skokklugunni. Jóhann upp. Þetta er ótrúlegt hvernig að fyrir þessu. 40-45, 1,5 mínúti eftir. 1,5 eftir að fyrir hálfleik. Tómas. Stjarnan spila fastan bolta. Brandon. Nei. Vill á Ægir. Ægir er ekki ánægður með það. Ægir með sín aðra villu. Brandon er að fá boltan á ágætis stað. Hann er ekki að ná að reynda Örvar vildi fá villuna að hana. Hann segir að þeir halli sér yfir hann. En Brandon er búinn að fá boltan nokkur sem var mjög góðan stað og ekki náða að setja hann onni. Og Fjölnir. 5 stiga munur, það er mikilvægt fyrir Fjölni að minka halda þessu 2-3 stigum í hálfleik. Missið þetta ekki lengra. Renato náði ekki þessu, Hjalti vel staðsettur. Flott sending hérna Magna. Magni næri ekki að klára þetta. Dettur upp úr. Hann er Magna að setja boltan í gólfið, koma sér í góða stöðu og klára þetta. Fannar inn á Renato. 40-47, erfitt að vera svona, má alls ekki fara í 10 stigin fyrir hálfleikinn allavega. Boltinn út af. Fjölnir breytingu, út af kemur Ægir Steinarsson. Þannig að þegar Ægir keyrir svona í gegn, það finnst mér vanta að menn fylgi eftir. Af því að til dæmis ef hann skýtur þá er bara auðvelt að ná frákastinu. Þegar Stjarnan er að hjálpa, er það að fara úr stöðunum sínum. Og eins og þarna var Ægir komin í gegn og það kemur hjálp og það var engins að gefa, þannig að Ægir var bara að reyna að derfa það skot. Mér stundum eins og hann keyrir í gegn af krafti og þá vanti að fylgja með því. Magni. Þetta er flott. Karma góð. Hafsteinsson. Fannar fær þessa villu. Skotar ekki. Það er flott hjá Magna. Það sé ekki pressa núna. Magni Hafsteinsson og Fjölnir. Og það gildra þér í vandræðum. Nei. Renato laus. Átta sekundur eftir. Renato spila hann feikar. Þessi er Róni. 43-49 eftir fyrra hálfleik.
Já, þessi Renato Lindmets búinn að vera frábær í fyrirháleik, það verður bara viðurkennast. Hann enginn að stoppa hann. 17 stig, held ég. Það 14 stig. Það 14 stig, já. En hann ekki búinn að spila nema hálfan hálfleikinn. Þetta magnað. Þetta græða menn á því náttúrulega, náðu sér í fleiri menn, eins og Stjarnan gerir. Hann búinn að spila 9 mínútur. Hann spilaði 9 mínútur með 14 stig. Já. Þetta svona, annað helst 8 stóðsendingar hjá Ægir og Tómas kom með 10 stig. Svona helsta hjá Stjörnunni þannig að Ef við skoðum frákostin þá eru sóknarfrákost hjá Stjörnunni eru hvað? 9 og varnarfrákostin okkar eru hvað mörg? 9 líka, þetta gengur ekki svona seinna. Ef þetta lagast ekki, þá getum við ekki unnið. Það er jafnt í frákostum undir körfun okkar, það gengur ekki. Annars er þetta frábær leikur myndi ég segja, bara mjög góð leikur. Sjáum sér seinni hálfleik. Betri heldur en 49 stig. Það var bara frákostin sem var að fara með okkur. Nú eru Stjörnumenn ekkert að fela þetta, þeir eru með alla útlendingana inn á frá byrjun. Magni. Sjá Brandon reyna að pósta upp hana. Og postaði Magna upp, þeir eru svona að reyna að fara boltan inn í. Glæsilegt. Jón upp, klárar þetta. Jón Sverrisson. Jón má samt passa sig með skrefin hann fyrir utan. Þegar hann fer af stað, Stjörnumenni voru að biðja skref á hann sko, það er mjög tæft hjá honum. Jæja, hann á að stoppa hennar gæja einu sinni. Herðu, hann hittur þessu líka. Það er betra að koma honum í erfiðri skotin. Þetta var mjög erfitt skot, flott skot hjá honum, hann hittur þessu. 45-51 fyrir Stjörnunni. Brandon ætlar að fara 1-1 eða fæ skrínið. 5 sekundur á klukkunni, hann ætlar í gegn. Hann klikkar, þarf að fara upp í skotið. Nei, Ægir með frákastið. Frábær barátta. Ægir Steinarsson. Magni þrýst inn, þessi er Rúni. Magni Steinsson. 48-51. Frábært hjá Ægi að ná þessu frákastið. Þetta er það sem okkur vantar. Koma hlaupandi bara utan af vellinum og fara í sig frákast. 48-54. Lendi í vandræðum hana. Missar boltan. Brandon verður að, já, við höfum hann. Þarna var Brandon með innri stöðuna sko. Hann þarf að taka þetta niður sko. Smá samtal, breyta þér stöðunni. Justin. Þetta er auðvelt. Það gengur ekki, allt auðvelt. Justin setur þannan. Brandon Fríman. Karfa góð. Brandon á línuna, 50-57. Þetta má hann gera meira, Brandon að keyra svona um kantinn. Nota hraðan. Já, flott hjá hann. Það er mjög hættulegt að missa leikinn í meira en 10 stiga mútið Stjörnunni. Þeir eru mjög erfiðir þá. Brandon Fríman. Þetta er flott, 6 stiga munur. Þeir mæta þessu vel hérna úti. Hann er flott Flott hérna hjá Tómasi. Flott spil. Þetta er drjúgt að pressa hann aftur núna. Að borga sig að pressa allan leikinn, það er aldrei að vita hvenær það gera mistök, þannig að gera þið mistökin. Þetta er allt í lagi. Já. Þetta var svona svolítið klaufalegt að þeir voru búin að brjóta pressuna og það var ekkert að gerast, þá gleymdist bara einn maður undir körfunni. Það er svona þegar maður pressar, þá tekur maður sénsa. Það tókst á hann.
mjög óvenjulegt að sjá Justin Sjálfs gefa svona fylgsendingu. Hann driplaði sig eiginlega í vandræði og gaf erfiða sendingu. Jæja. Komum Fjölnismenn. Ægir. Jón. Magni. Að sjá hvað það geta gert. Fyrir utan. Tómas eða Tómasson setur hérna á ný. 56-58. Flott hreyfing af Justin. Þetta er hrikalega erfitt að stoppa. Sjá Brandon. Já. Svara fljótt og vel. Sko þetta er bara allt annað liðið við fyrir að fá Brandon í þessa keislu upp kantinn sko. Þá erum við miklu hættulegri í hraðarhlaupunum. Vel spilað en vorum ekkert æstir í frákastíðana. Nei, þannig að Ægir virðist það gleymt Kjartanið hana. Það er eins og Ægir hafði gleymt Kjartanið. Hann var alltaf mjög hissað. Já, svo var hann líka að biðja að menn hann var að kvart undan að það ekki verið sagt frá, það var ekki talað sko. Að einhver skuli kalla maður. Ég held bara að menn eru bara svo vanir í að Ægir þurfi ekki að hafa áhyggjur en mönnum fyrir aftan sig. Hann er búinn að hlaupa frá öllum sko. Magni leta aðeins fyrir sér við Justin. Það að gera, brjóta bara vel að mannum er fyrst á því sko. Staðinn fyrir að vera hvað aðeins að snerta og þá skorar hann og fara eitt skot. – 58-63. Bolti sleginn á höndunum Brandon. 10 sekúndur á skokklukkunni. Ægir keyrir. Glæsileg Karfa. Frábær Karfa. 60-63. Justin með fína hreyfingu. Þetta er hrikalega vel gert sko. Það er bara ekki hægt að eiga við þetta. Hann er rosalega lunginn í þessu. Brandon var mættur en frábærlega gert hjá Tómasi. Brandon komið fram. Vill hann. (60-66) 5 mínútur og 36 sekúndur eftir að þriðja leikluta. Ég er mjög spenntur fyrir þessi nýju hlið á Fjölnisliðinu þegar Brandon er komin út á kantinn að hlaupa. Ég sé fyrir mér að við séum ennþá hættulegri í hraðarhlaupum. Fjölnir tekur leikhlið. Það er Fjölnir leikhlið. Já, það er gott að vera með fleiri menn sem geta hlaupið hratt fram í völlinn. Já, því að við höfum sko hann virkar bara mjög erfitt að eiga við hann sko, þannig að hann hleypur um kantinn og bakverðin eiga bara ekki tjens í hann ef hann kemst nálægt körfunni á flegi ferð. Já. Þessi kynum brósta, 3 sín og góð. Og það er skvöld. Þessi vinningar. Hvað drekka í sjóffinni og það tókur aðeins.